Ég var aðeins ungur að árum þegar ég uppgötvaði Biblíu sannleikann. Þá á unglingsárunum, þá las ég einhvern tímann eitthvað sem sló mig að íbúar jarðarinnar væru að verða það bil 3 milljarðar, það er að segja 3000 milljónir. Og það þótti ákaflega margt íbúa á jörðinni. Og fróðu menn sáðu að það má ekki fjölga mikið meira því að þá byrja hungursneyðar og hvað eina. Við getum ekki afborið mikið fleiri íbúa. Svo sá ég staðreyndirnar sín okkur að 4 milljarðar voru síðan meir komnir til veru á þessari jörð okkar, síðan 5 og svo koma 6 milljörðum, 7 milljörðum og nýlega las ég 8 milljarða sem væru núna íbúar jarðarinnar. Og þegar ég kynni mig nánar hvað Guð hefur að segja mennina, mannfjöldan og íbúa jarðarinnar, að þá verður mér hugsi. Náum við einhvern tíma til alls þessa fjölda með boðskapinn. Tæknin gerur okkur það mögulegt, en vilja þeir hlusta. Og hvað allt þetta fólk sem gengur á jörðinni og flýtir sér frá einum stað til annars? Hvað það að hugsa? Eða hugsar það ekkert framtíðina? Þú ef til á meðal þeirra mörgu sem láta reka að feigðarósi? Orð Guðs, Biblían, hefur margt að segja okkur einmitt þetta. Ég ætla að deila því með ykkur í dag og ég bið ykkur að sýna mér þá tillitssemi, umburðarlyndi, að leyfa mér að sýna ykkur hvað Guð andum að við vekjum athygli fólks á núna þessa dagana. Því að fólkinu fjölgar óðum. Annríki fólks opinberast á svo margan hátt. Það eru ferðalög. Við ferðumst allan heiminn í dag. Það eru kappleikir og hvílíkur mannfjöldi. Og það þykir mörgum svo gaman þegar keppni á sér stað að það fyllir leikvangana, bæði hér á landi og erlendis. Og ég ekki að segja að það sé rangt að fara í ferðalög eða að hafa gaman af kappleikjum. Alls ekki. Svo það leiksýningar. Það viss árstími sem kannski frekar þetta við lýði. Og það þarf ekkert að vera rangt við leiksýningar. Ekki ef það eru góðar og siðbætandi og svo framvegis. Og við sjáum að það brauðstrit og fjáröflun sem að drepa andlegan áhuga fólks víðast hvar. Og mest allur fjöldin sem gengur á jörðu skeytir engu andlega velferð sína. Eða það heldur að það gera það, margir, en gera það í raun ekki. Við skulum skoða þetta nánar. Það sem sagt alls konar afþreyingar, það allt í lagi með þær. Ef það kom ekki veg fyrir andlegt líf okkar, að það þroskist og dafni. Við skulum skoða þetta nánar. Við höfum séð myndir af miklu mannfjölda og hvílíkur mannfjöldi í sumum löndum. Lengst af voru Kínverjar fjölmennastir á jörðu með 1,5 milljarð íbúa. Nú eru Indverjarnir orðnir fleiri, með rétt rúmlega það. Og þegar Kínverjarnir sáu fram á að þeim gæti fjölgað og mikið, þá gáfu tilskipun að engar fjölskyldur mættu fjölga sér nema 1 barn í einu, eða 1 barn yfirleitt. Nú hafa þau vaknað upp fyrir það vonda draum að þeim vantar svo mikið fólk í viðbót, því að þeim tekið að fækka og mun ekki hafa nógu marga í þjóðfélaginu þeirra til þess að sinna öllu verkefnum sem ber að höndum hjá þeim. Indverjarnir
þeim fjölgar, þeir hafa ekki takmarkað vinnuaflið. Og við tökum eftir bara í lítilli þjóð eins og okkar að það verða kvarta yfir því að það komi of margir hérna inn í landi til að verða hér til langdvala. En svo uppgötvaður á sama tíma við þurfum á meira vinnuafli að halda og það ómögulegt að gera hvort í einu að takmarka fjöldan upp á það að hafa nóg vinnuafl eða að leyfa öllum að koma. Og þetta snýst vandamál Íslendinga. En það gaman að sjá mikinn mannfjölda hér á landi, til dæmis á kvennafrídegi, á Arnarhóli og þar í kring, hvílíkur mannfjöldi og við glöddumst yfir hvað margir höfðu áhuga á þessu máli. Það var gott mál. Og ég óskaði þess oft, einhvað það væri nú gaman og ánægilegt, bara ef þetta gerðist í trúalífi okkar allra, að hvílíkur mannfjöldi. En það allt annað sem að gerast. Þegar við lesum reikninguna, Guð hefur miklar áhyggjur af mannfjöldanum. Ekki endilega vegna þess hversu margir þeir eru, heldur hversu andvaralausir þeir eru. Þess vegna erindum við í dag, það fjallar andvaraleysi nútímans eða mannfjöldans í dag. Á dögunum var ég að lesa borgir og mannfjölda í borgum. Og þá myndist ég þess á unglingsárum mínum, já, ég var nú bara ég var 22 líka, þegar ég fór til Bandaríkjanna og þá vissi ég að ég var að fara þarna í gegnum New York borg og hún var talið vera 8 milljónir manna með sem sagt útkverfum, 8 milljónir. Þá þótti Tókíó í Japan mjög mannmörg og líka í Mexico City. Og þessar borgir hafa keppt að verða mann fleiri. Í dag komst ég á raunum, eða þessa dagana, að New York íbúum hefur ekkert fjölgað svo mjög mikið umfram þessar 8 milljónir sem voru þannig í eina tíð. Þegar ég las Seúl, höfuðborgina í Suður-Kóreu, það eru 23 milljónir. Og hún ekki stærsta borgin. Stærsta borgin eða mannflesta borgin Shanghai í Kína, 24 milljónir og þeim fyrir fjölgandi íbúunum. Og íbúunum á allri jörðinni fyrir sífjölgandi þrátt fyrir drepsóttir og styrjaldir og hvað eina. Þetta að fara úr böndunum, sýnist mér. En innan skamms mun drottinn koma og hjálpa okkur við að boða boðskapinn öllum. Okkur sagt, og það eru orð Jesú í 7. kafla Mattheusar, að ganga þrönga hliðið. Því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsaðu okkur mannfjöldan. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegurinn liggur til lífsins, en fáir sem finna hann. Hugsaðu ykkur, annars vegar margir sem glatast og hins vegar fáir sem frelsast. Og þó vil ég leggja áherslu á að þeir eru nokkuð margir sem frelsast, mikill mannfjöldi, en samanborið við hinn gríðarlega stóra mannfjölda sem glatast samkvæmt orðum drottinn sjálfs, að þá þetta alveg skelfileg niðurstaða. Því að við eftir að komast á raunum það að Guð vill að allir frelsist. Í Hebreubréfinu í 10. kafla þá erum við hvött til þess að vanrækja ekki safnaða samkomur yðar eins og sumra siður. Heldur uppgötvi hver annan og það til fremur sem þér sjáuð að dagur færist nær. Því að ef við syndum, og það gerum við eftir, ef við syndum af ásettur á því, eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndinnar. Heldur það óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur sem eyða mun andstæðingu Guðs.
Við skulum skoða þetta nánar. Hverjir eru sagði verða andstæðingar Guðs? Það eru þeir sem vanrækja samkomunnar. Það er verið að tala um það hér. Og ég lít tilbaka í gegnum mín mörgu ár og áratugi og séð alla fjöldan ef ég leiði það saman. Sem hafa komið á samkomur og hlustað á orð Guðs, látið hrífast og blessað okkur fyrir það að færa þeim orð Guðs. Síðast í gær þá gerðist það að kona mín sendi mig út í búð að ná í eitthvað þar. Ég gat ekki fundið stjörnusalat sem hún bað mig að kaupa á. Ég leitaði og gekk fram og aftur. Það var mikill mannfjöldi þar. Enda komin helgi, svo að segja, allir að búa sig undir helgina með innkaup. Það var mikill mannfjöldi. Og ég var alltaf að leita að fólkinu í búningi bónusar. Því þetta var þar. Og ég fann ekki nokkra einustu sálu með það merkja á sig nema þeir sem voru kössunum. Og ég leitaði og leitaði. Ég gekk fram og aftur, ég skildi ekkert í þessu. Og þetta var ekki vegna þess að sjónmið er fann að dabrast, því að ég bara fann þetta ekki, þó ég væri innan öll salöttin. Nei. Svo allt er það að ég sé mann með innkaupakerrum, búin að fylla hana, og ég segi við hann, ekki hefur þú hugmynd hvað stjörnusalatið er? Jú, það er hérna, sagði hann, og fór beint að salutunum, en þá var það á bakvið þau. Það var önnur salut komin yfir, ég gæti ekki séð þau. Og hann var svo elsklulegur, hann rétti mér það og sagði, er það eitthvað fleira vinur? Býtu við, ert þú ekki Steinþór? Sagði maðurinn, jú, ég heiti Steinþór. Já, ég hlusta alltaf á útvarpið ykkar. Og hann blessaði okkur hátt og lágt fyrir það sem við erum að gera í gegnum útvarpið. Og hann var búinn að segja mér nafnið, ég greip það ekki fyrst. Það var eitthvað svo óvænt. Svo ég sagði við hann að lokum, segðu mér nafnið þetta vinnur. Ég heiti Trausti Laufdal. Já, þá rann allt upp fyrir mig. Yndislega góður maður og hjálplegur, til dæmis þegar við vorum með samkomur þarna eða eitt og annað sem að gerðist á Broadway. Þar kynntist ég honum. Því hann vann eins og aðrir þarna í kringum Laufdal-fjölskylduna fyrir fyrirtækið. Og hann var svo innilega hlýr og hjálpsamur. Og ég hugsaði, mikið er yndislegt að hitta svona mannesku. Og þetta var mér svona ákveðin prédikun eða áminningum. Ég var fullt af fólki, heyri ég drottið segja, þarna út í þjóðfélaginu. Þið bara þekkið þá ekki ennþá, eða vitið ekki af þeim. Haldið þið bara áfram að boða og prédika og kenna boðskapinn. Og ég var svo innilega þakkláttur fyrir útvarpið. Vegna þess að þessi maður hlustar á útvarpið. Og það myndi mig á annan mann þegar við vorum að byrja útvarpið hérna fyrir 22 árum eða svo. Að þá var þessi maður, ég hitt hann einhvern tímann á förnu vegi og hann þakkaði mig fyrir útvarpið. Og hann var, þetta er svolítið spauðilegt, ég ætla að segja ykkur, því að hann sagði, ég get hlusta á þess að nokkur viti á hvað ég er að hlusta. Þá var þetta maður sem var járnabindingamaður, að hátt upp í háhísunum, að undirbúa steypuvinnuna og járnabinda veggina. Og hann var með hjálm og útvarp í hjálminu. Og hann kann stilt á útvarpboðun og hlusta á þess að nokkuð færi að komast að raunum það eða gera grín á hann fyrir það. Sko, það er nefnilega var ekki sér vilja, eða þor ekki. Hafi ekki kjark í sér að láta ættingja eða vini eða vinnufélaga vita á hvað þeir eru að hlusta. Og svo er það fólki sem kemur til okkar. Ég man eftir námskeiði sem það var alltaf að hafa námskeið og reiknaði með svona alltaf 100 mann sem innrituðust. Og það allra mesta var þegar á 300 manns, 220-30 manns, innrituðust í námskeiðið á einu hótelinu. En það mættu svona 200
og svo hélt þetta fólk áfram að koma eða fara detta út og aðrir kom í staðinn og svo framvegis. Þannig að það var gaman á þessum tíma að vinna að því að auglýsa orð Guðs, kærleika Guðs, boðskap hans til manna, því það var eins og opinn gluggi á þessum tíma. Það er eins og þessu glugga hafi verið lokað. Og því það er erfitt að fá fólk til að koma á samkomur í dag í fjölmenni. Það týnast einn hérna, einn og annar og saman þó þessi aðrar kirkjur. Ég sé að margar kirkjur svona sem maður sér í sjónvarpsfréttum eru næstu því galtómar. Ég sá það í gær, ég var að kíkja á einhverja kirkju og ég taldi 5 manns. Stórri kirkju, eina af þessu stóru. 5 manns. En það fjölgar þegar að koma hátíðir eins og jól og páskar eða jarðarfarir. Og maður er þakklátur fyrir það þegar fólk kemur af einhverju tilefni þó sjaldan sé. En Drottinn segir þarna í Hebreubréfinu í 10. kafla, ekki vanrækja safnaða samkomur ykkar. Ekki gleyma því að fara í kirkju eða eiga samverustund með trúuðum. Því að ef við syngum, og nú virðist það vera synd, sjáu þið, ef við syngum af ásettu ráði eftir að við höfum öðlast þekking og sannleikas, hvað er það sem að til vera synd þarna? Að þeir komi ekki í kirkju, að þeir vanrækja safnaðarsamkomunir. Hugsaðu ykkur. Svo ég hugsa með mér, ég má til með að deila þessu með fólkinu mínu og á heyrendum í útvarpi boðun í dag eða á komandi dögum. Því að ef við gerum þessa synd að vanrækja safnaðarsamkomunnar, þá erum við að gera svo hættulegt eitthvað fyrir andlegt líf okkar sjálfra. Það enda með því, ef við byrjum á að vanrækja einu sinni eða tvisar eða nokkru sinnum, að við hættum alveg. Og það er synd í augum Guðs. Og þá er þetta bara fyrir viðkomandi eins og óttaleg bið eftir dómi, sem endar með ósköpnum fyrir eilífa velferð fólk sem gerir þetta að vanrækja. Við þekkjum öll fólk sem gæti verið hér núna, en er ekki hérna núna. Það er ekki. Hugsið ykkur. Svo segir í öðru Pétursbréfi í 3. kafla, og ég kem með þennan texta vegna þess að ég átti tal við konu núna í vikunni. Og hún sagði, það búið að prédika þetta Drottinn að hann komi fljótlega. Alveg síðan ég var smá barn og hann er enn ekki kominn. Og hún var svo dauf, svo þunglind, elskuleg konan. Svo ég sagði við hana, ekki missa móðinn. Haltu bara áfram að trúa sem þér var kennt að Kristur kemur aftur og hann fer að koma innan skamms. Og ég er svo gladur og fagnandi yfir því, sagði ég við hana, að eiga vona á Jésu Kristi hann fara að koma. Og öll tímana sem Jesús taldi upp í fjallræðunni, þau eru að rætast þessa dagana. Kristur fer að koma, þó við vitum ekki hvenær. Við höfum bara að þreyja og halda áfram. Já, sá. Ég held henni að liði aðeins betur þegar ég skildi við hana, en þá datt með þessi texti í hug í öðru Pétursbréfinu, 3. kafla, að ekki er Drottinn seinna sem er fyrir heiti, þótt sumir álítið það sennlæti, heldur er það langlindu við yður. Það er það vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Sjáu þið, hjálpræði er fyrir alla. Líka þessa vondu, ef við getum kallað einhverja vonda, eða verri en okkur sjálf. Hann elskar okkur og fórn Jesú Krists á Golgata nægir til þess að frelsa alla. Ef þeir bara vilja meðtaka. Og hann vill ekki neini glatist, það er að segja Guð vill að allir komist til iðrunar. En dagur Drottins mun koma sem þjófur
og þá muni himnarnir með miklum kný líða undir lok, frumefni sundurleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það allt þetta fest þannig. Hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrætni? Með öðrum orðum, ekki missa móðin, ekki gefast upp, haldið áfram að stunda safnaða samkomur ykkar. Og þegar ég segi þessi orð og minni á þessi orð ritningarinnar, að þá á ég við alla í öllu söfnum og kirkjum. Við megum til með að halda áfram að stunda samkomur með trúuðum og hlusta á orð Guðs og íhuga það. Því að við lesum hér að allt þetta ferst sem við sjáum í kringum okkur ber að ganga fram í heilagri breytni og guðrætni þannig að þið væntið eftir og flýtið fyrir, það hægt að flýta fyrir komu Guðs dags, en vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefni bráðna af brennandi hita. Hér verður að tala orkuna í kjarnorkusprengjanum. Og það sem menn óttast í dag heilmikið að einhver afvegaleitur stjórnandi í einu landi taki upp á því að nota kjarnorkusprengju því að hann að verða vonlaus í stríði við aðra þjóð. En það bíður allra endaleg örlög, ýmist í ríki Guðs eilífð og gleði og fögnuði og syndleysi, enginn sjúkur, enginn þjáist á einn hátt eða annan þar. Eða þá eilíf glötun, tortíming í eldi, eins og segir hér. Svo förum við í 2. Tímóteusarbréf í 4. kaflan, þar sem við erum hvött til þess að prédika orðið, gef þér að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlynd og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hérna heilnæmi kenning. Þessi öllu. Heldur kitla þá í eyrun. Þeir munu snúa eyrun sinu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Menn vilja eitthvað annað, meira spennandi ef þau vil. Allavega þeir velja þegar þeir vanrækja safnaðar samkomur sínar. Og svo segir í 2. Tímóteusarbréf í 2. kapitula að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtringt sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun Drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, legatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sér glatast að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann svo þeir mættu verða hólpnir. Þegar við byrjum að vanrækja samfélagið, að hitta aðra trúaða sem deila þessum boðskap með okkur, þá hægt á ferðum. Þá dofnar elskan fyrir sannleikanum og það er það sem hér er verið að tala og þá erum við mikill hættu. Hættan felst í því að við glötum hjálpræði Guðs, erum ekki að meðal hinna hólpnu. Þvílík hörmung sem þá býður okkar. En Guð er góður Guð og í 55. kafla hjá Jesaja segir hann: heyrið allir þessi þyrstur erið, komið til vassins og þeir sem ekkert silfur eigið, komið, kaupið korn og etið. Komið, kaupið korn án silfurs og endurgjaldslaust bæði vín og mjólk. Hví reiðið þér silfur yðar, eða silfur fyrir það sem ekki brauð og gróða yðar fyrir það sem ekki til saðnís. Hann er að tala hér andligheitin. Hlýðið á mig, þá skuluð þér fá gott að eta og sálir yðar gæða sér á feiti. Hneigið eyru yðar og komið til mín. Heyrið, svo sálir yðar megi lifna við
Ég vil gjöra við yður eilífan sáttmála, Davíðs, órjúfanlega náðar sáttmála. Boðskapurinn fyrir alla. Og svo megum við til með að rifja upp orðkveðina 1. kaflan þar sem segir: þegar skelfingi dynur yfir yður eins og þrumuveður og ógæfan yðar nálgast eins og fellibylur, þegar neyð og angist dynja yfir yður, þá munu þér kalla á mig, en ég mun ekki svara. Þeir munu leita mín, en ekki finna mig, vegna þess að þeir hötuðu þekking og aðhylltust ekki ótta Drottins, skeyttu ekki ráðum mínum og smáðu alla umvöndun mína. Það sem ég hef verið að vitna í hér í dag umvöndun Drottins, eins og hann orðar það sjálfur og eins og hann tilreiðir það fyrir okkur. Og hann kallar það í raun og veru að hata þekkingu, þegar við hættum sem að stunda samkomur okkar og hættum að taka við meiri fræðslu og þekkingu á orði Guðs, þá felst í því að hata þekkingu Drottins, á Drottni og orði hans. Þetta svo alvarlegu boðskapur, vinir. Ég mátti til með að deila þessu með ykkur. Við megum ekki sofna á verðinu. Svo segir ég Amos í 8. kafla: sjá, þeir dagar munu koma, segir Drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð Drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs, til þess að leita eftir orði Drottins, en þeir skulu ekki finna það. Undarlegu boðskapur af vörum Drottins. Af hverju segir hann svona? Þegar fólk loksins vaknar upp og fer að leita að orði Guðs. Þetta þýðir það að þegar að menn vakna upp til meðvitundar að þeir hafa mistað einhverju, þá orðið of seint. Hér verið að vitna í það ástand sem á eftir að gerast rétt áður Kristi kemur. Að menn hugsa sér, já, nú ætla ég að fara í kirkju, nú ætla ég að fara að lesa orði eða að tala við Drottinn. Einhvern tíman í náinni framtíð það orðið of seint. Við vitum ekkert hvenær og það ekki mitt að dæma það. En hér Drottinn að orða þetta á þennan hátt sem ætti að hrista okkur upp til meðvitundar fyrir alla muni ekki vanrækja safnaða samkomunnar, eins og sumra siður. Því að við sjáum að margir þeirra hafa orðið viðskilað við okkur af því að virðist endalega. En við byggjum fyrir þeim og sumir munum koma aftur áður en það verður of seint. Og svo segir hérna aftur, og þetta síðasti textin sem ég endurtek, það var hérna áður í dag. Ekki Drottinn seinna á sem fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Eins og kona sem ég var að tala við í vikunni, henni fannst þetta dragast endalaust, af hverju kemur ekki Drottinn? Henni leið illa, líkamlega og sjálfsagt andlega líka. Heldur hann langlyndur við yður, þar það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komst til yðruna. Og ég svo innilega gladur yfir þessu fyrirheiti sem ég felst í þessu síðustu orðum. Guð vill ekki að neini glatist og hann að þreyja. Hann teygir á bandinu, á lopanum. Ég vonum að enn fleiri eigi eftir að koma inn. Meira að sjá meðal þeirra sem eru vondir. Svo, kæru vinir, höfum þetta bara skýrt í huga okkar. Látum ekki það sannast á okkur að við vanrækjum samfélagið. Og þess að hlustuðu þessi orð sem við höfum deilt með ykkur í gegnum útvarpboðun á þessari stundu. Ekki draga þetta. Tíminn naumur og fyrir marga þegar loksins vakna upp, þá verður þá orðið of seint.